Oft var óljóst hver tók ákvarðanir á hvaða forsendum og hver bæri ábyrgð á þeim í viðbragði almannavarna við jarðhræringunum í Grindavík. Þetta er niðurstaða starfshóps sem rýndi í aðgerðirnar. Dómsmálaráðherra ætlar að ráðast í umbætur. 4 af hverjum 10 foreldrum í ASÍ og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. Formaður BSRB segir nýja skýrslu slæma fjárhagsstöðu barnafólks verða til hliðsjónar í næstu kjarasamningum. Bandaríkjaforseti kominn til Kína í 2 daga heimsókn. Mikið undir á fundinum en búast má við að hann og forseti Kína ræði viðskipti landanna, málefni Írans og Taívans. Sveitarstjórn í Vesturbyggð kallar eftir fjármagni í vegi, fjarskipti og neyðarviðbragð þegar almyrkvi verður á sólu í ágúst. Stjörnusævar segir þjóðir sem undirbúi sig ekki undir almyrkva lenda í klandri. Þetta er alltaf miklu meira fár heldur en fólk gerir sig grein fyrir. Íbúar Hafnarfjarðar vilja sjá meira gert fyrir ungbarnaforeldra, skólamál og málefni barna almennt eru þeim ofarlega í huga fyrir kosningar. Stærstu áskoranirnar sem bærinn stendur frammi fyrir eru húsnæðis- og samgöngumál. Komiði sæl. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og viðbragðsáætlunum er meðal þess sem starfshópur dómsmálaráðherra vegna jarðhræringanna á Reykjanesskaga gerir athugasemdir við í nýrri skýrslu. Dómsmálaráðherra hefur gert viðbragðsaðilum að ráðast í umbætur á grundvelli skýrslunnar. Í skýrslunni eru ítrekað gerðar athugasemdir við óformlegt skipulag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð. Áhættumat hafi verið gert of sjaldan og ekki kynnt nógu vel. Tekið er fram að þeir sem komu að almannavarnar viðbragðinu hafi unnið mikið þrekvirki þegar þeir tókust á við eitt stærsta og flóknasta almannavarnaverkefni sem íslenskt samfélag hefur staðið frammi fyrir. Það sé þeim að þakka að ekki fór mun verr. Stóra niðurstaðan eru auðvitað að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki. Meðal þessum starfshópurinn veltir upp er hvort það hefði átt að rýma fyrr þann 10. nóvember 2023 þegar 15 kílómetra kvikugangur sem teygði sig þvert undir Grindavík myndaðist. Í skýrslunni er það orðað þannig að jörðin hafi logað undir Grindvíkingum þegar bærinn var loks rýmdur. Í skýrslunni er fjallað sérstaklega þegar Lúðvík Pétursson féll ofan í sprungu sem hann vann sem verktaki við að fylla í við einbýlishús í bænum. Hans var leitað við erfiðar aðstæður án árangurs. Talið er að slysið megi rekja meðal annars til þess að ekki lá fyrir fullnægjandi áhættumat. Þá sé óljóst hver hafi tekið ákvörðun aðgengi verktaka að svæðinu þennan dag en matsmenn náttúruhamfaratrygginga höfðu rúmum mánuði fyrr sagt varasamt að vera í kringum húsið. Alma Ómarsdóttir, hvað stendur til að gera með niðurstöður þessara skýrslu? Já, dómsmálaráðuneytið hefur nú þegar afhent lögreglustjóranum á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóra skýrsluna og beint þeim tilmælum til þeirra að ráðast í umbætur á grundvelli þeirra ábendingar sem þar koma fram og dómsmálaráðuneytið hyggst gera slíkt hið sama. En hver er þá helsti lærdómurinn að þessari skýrslu? Þetta er náttúrulega mjög löng skýrsla, hún er 417 blaðsíður og þannig tekið til mjög margra ólíkra þátta. Margt sem var gott og vel gert en annað sem hefði mátt betur fara. En þarna er einnig fjallað töluvert aðgengi fjölmiðla að hættusvæðum og tekið fram að fjölmiðlum sé ekki einungis ætlað að flytja fréttir af náttúruhamförunum heldur einnig af í raun og veru viðbrögðum stjórnvalda í slíku ástandi og nefndin telur í raun og veru tilefni til þess að skoða hvort að það ætti í raun og veru að fjalla sérstaklega aðgengi fjölmiðla og hlutverk þeirra í viðbragðsáætlunum í hættuástandi og eins þá líka hvort að það ætti þá að rýmka þær heimildir sem þeir hafa að hættusvæðum og ég spurði ráðherra út í þetta hvort hún væri sammála því að það þyrfti að bæta þetta aðgengi. Hiklaust og það sjáum við í heiminum öllum að fjölmiðlar greina frá því þar sem að alvarleg stríð geisa. Og auðvitað er það alltaf þessi jafnvægislist að tryggja öryggi fólks og það eru þetta stjórnvöld sem bera ábyrgð á því
en svo það líka bara veigamikill þáttur í lýðræðissamfélagi og þjóðfélagi að fjölmiðlar hafi aðgang. Alma, voru fleiri tíðindi í skýrslunni? Já, það voru náttúrulega fjölmörg, en eitt sem vakti athygli mína til dæmis var að nefndin telur að það sé þörf á því að kannski setja regluverk utan þau fyrirtæki sem eru einkarekin en eru orku- eða veitufyrirtæki, hvert hlutverk þeirra séu í almannavarnarástandi og hvort að þeim beri að taka jafnvel þátt í kostnaði. Og nefndin í raun og veru líka velti því upp hvort að það þyrfti þá að setja jafnvel það sérstök lög, einhvers konar hamfaralög eða jafnvel neyðarlög, og ég spurði ráðherra líka þessu í dag. Ég mun skoða það hvað það sem að mögulega myndi falla undir þetta almannavarnafrumvarp sem vil ég leyfa mér að segja, ofboðslega vel unnið. Það tók 2 ár að smíða þetta vegna þess að það var verið að tala við alla viðbragðsaðila, hagsmunaaðila úr ólíkum áttum. Ég hef ekki tilfinningu fyrir því akkurat núna hvort að einhver svona hugmyndir ættu heima í þessari lagasetningu eða mögulega annar staðar. Mér hefur einfaldlega ekki gefist tími til að skoða það. En þess vegna vil ég líka fara í það núna að við gefum okkur bara góðan tíma í það, skoða það hverjar athugasemdirnar eru og flétta inn í þetta frumvarp eftir því sem við framast getum. En finnst þér eðlilegt að einkarekin fyrirtæki í svona rekstri taki meiri ábyrgð þegar að til dæmis verið að reisa varnargarða þeirra starfsemi? Þetta rosalega flókin spurning og hvenær þú ert eingöngu að verja einkahagsmuni eða samfélagslega í leiðinni, eitthvað sem þarf að gerast í flýti. En mér finnst þetta sannarlega skoðunina virði að rýna það hvert samspil hins opinbera og einkageirans í þeim efnum og geta eiginlega ekki svarað í neitt nákvæmur en það núna. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri á heimili hans. Lögreglan á Suðurnesjum gerði húsleit á heimili mannsins helgina og vakti hún athygli nágranna. Hann var síðan handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald í gær á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Maðurinn er grunaður ítrekuð kynferðisbrot gegn barni sem var í fóstri hjá honum. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru fleiri börn vistuð á heimilinu. Lögreglan verst allara fregna af málinu. Í frétt á vef lögreglunar segir að rannsóknin sé umfangsmikil og í algjörum forgangi hjá embættinu. 4 af hverjum 10 foreldrum í aðildarfélögum ASÍ og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman og einstæðir foreldrar í þeim hópi geta ekki mætt óvæntum útgjöldum. Þetta kemur fram í könnun Vörðu rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins sem gerð var á stöðu barnafjölskyldna í þessum stéttarfélögum. Niðurstöðurnar sýna að 4/5 foreldranna á leigumarkaði og hjá einstæðum foreldrum hlutfallið mun hærra. 6 af hverjum 10 einstæðum foreldrum eiga erfitt með að ná endum saman og nánast sama hlutfall getur ekki mætt óvæntum 100.000 króna útgjöldum. 12% foreldra geta ekki greitt fyrir þann dvalartíma á leikskóla sem þörf á og þá geta 40% einstæðra foreldra ekki greitt tómstundir og sumarnáðskeið fyrir börn sín. Formaður BSRB segir niðurstöðurnar sláandi. Já, þessi könnun Vörðu sýnir með mjög skýrum hætti að staða barna eða jöfn tækifæri eða möguleika barna fer eftir hjúskaparstöðu foreldra og uppruna þeirra. Í könnuninni sögðu 2 af hverjum 3 foreldrum að þjónusta síns sveitarfélags styddi ekki við barnafjölskyldur. Og svo sjáum við þetta á sama tíma, þessu tímabili sem hefur verið núna, þá hafa leikskólagjöldin verið að hækka, sömulegis fyrir frístund og meiri hluta sveitarfélag að skila auðu þegar kemur að húsnæðisöryggi láglaunafólks og það auðvitað stærsti útgjaldaliður heimilanna. Eru þessar niðurstöður verða þar tekna með að samningaborðinu í næstu kjaraviðræðum? Við auðvitað erum að vonast til þess að núna þegar það verið að huga því hvernig megi bregðast við ef að kjarasamningar myndu mögulega losna í haust, að þá leggjum við hjá BSRB ríka áherslu að skoða sérstaklega staða þessara hópa sem útsettasti fyrir að búa við fátækt. Núna liggja þessar niðurstöður fyrir. Hvað myndu þið hjá BSRB vilja sjá gert? Svo mikilvægast í þessu eru þetta að tryggja húsnæðisöryggi fyrir láglaunafólk og sveitarfélögin hafa mest það að segja. Stefnuræða ríkisstjórnar Bretlands féll í skugga mikilla deilna innan verkamannaflokksins. Heilbrigðisráðherrann sagður ætla að segja af sér til þess að skora forsætisráðherrann á hólm í leiðtogakjöri. Hart hefur verið sótt að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, að segja af sér embætti og hætta sem leiðtogi verkamannaflokksins.
Flokkurinn hlaut sögulega lélegt fylgi í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku. 4 ráðherrar hafa sagt af sér og yfir 80 þingmenn hvatt Starmer til að stíga til hliðar. 100 þingmenn hafa þó sent frá sér yfirlýsingu honum til stuðnings. Í morgun greindu breskir fjölmiðlar frá því að heilbrigðisráðherrann Wes Streeting var að undirbúa afsögn sína til þess að skora forsætisráðherrann á hólm. Hann átti stuttan fund með Starmer í morgun. Are you going to resign, Mr. Streeting? Do you want the job or not? Framkom í tilkynningu frá forsætisráðuneytinu í dag að Streeting væri enn heilbrigðisráðherra og að Starmer bæri fullt traust til hans. Það var þó fleira á dagskrá í breska þinginu í dag. Karl konungur flutti stefnuræðu ríkisstjórnarinnar við hátíðlega athöfn. My lords and members of the House of Commons, an increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom, with the conflict in the Middle East only the most recent example. Every element of the nation's energy, defence and economic security will be tested. My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all. Starmer svaraði síðan spurningum stefnuræðina og síðdegis greindu fjölmiðlar frá því að hann hefði fundað með ráðherrum og þingmönnum verkamannaflokksins til að viða að sér stuðningi. Donald Trump Bandaríkjaforseti er kominn til Beijing, höfuðborgar Kína, og fundar á morgun með forseta landsins Xi Jinping. Þetta í fyrsta sinn í nær áratug sem forseti Bandaríkjanna heimsækir Kína. Trump og sendinefnd hans hlutu hlýjar móttökur við komuna til Beijing í morgun. Með Trump í för eru Elon Musk, forstjóri Tesla, og Jensen Huang, forstjóri Nvidia. Búist er við að Xi og Trump ræði viðskipti landanna, Íran og stöðu Tævans á fundi sínum. Trump sagði Xi að hafa staðið sig vel gagnvart stríði Bandaríkjanna við Íran og var jákvæður þegar hann talaði við fréttamenn fyrir brottför í gær. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. Helgi Steinar Gunnarsson, blaðamaður og alþjóðastjórnmálafræðingur. Hver er tilgangur Bandaríkjaforseta með þessari heimsókn? Já, þetta er náttúrulega merkileg heimsókn að því leytinu til að þetta er í raun fyrsta heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína í rúm 10 ár. Síðasta heimsóknin var 2017 og síðan þá hafa svona viðskiptatengslin og viðskiptastríði hefur stigmagnast, þannig að það er nóg að taka á. Hvað Trump bara, ég held að það sem sé efst í hans huga sé Íran. Hann náttúrulega veit og Bandaríkjamenn vita það alveg að Kínverjar eru mjög háðir innflutning á olíu og þeir náttúrulega geta ekki reitt sig á innlenda framleiðslu eins og til dæmis Bandaríkjamenn eða Sádi-Arabía. Rúmlega 50% af öllum innflutningi á olíu til Kína siglir gegnum Hormúzsundið. Þannig að það má alveg búast við því að Trump muni nota það svona til að þrýsta kannski á Kínverja til að fá Íran til að semja. En hver er ávinningurinn fyrir þjóðirnar? Ávinningurinn í rauninni fyrir báða aðila er sá sami og hefur alltaf verið frá því að ríkin byrjuðu að tala sín á milli. Það er náttúrulega efnahagslegur ávinningur. Þú myndist þarna á að Jensen Huang og Elon Musk, Tim Cook frá Apple er þarna líka. Þannig að það má búast alveg við einhverja umræður gervigreind og svoleiðis. Þannig að þeir munu vilja halda því áfram. En í rauninni munurinn á þessari heimsókn núna og síðustu er að Kína er í rauninni mun sterkari stöðu en hún var áður fyrr. Það náttúrulega vissulega hafa verið mjög mikil tengsl á milli, en Bandaríkjamenn hafa til dæmis dregið verulega úr beinum fjárfestingum til Kína og á sama tíma þá hafa Kínverjar verið duglegir að finna aðra markaði. Frábært dæmi eru sojabaunir. Bandaríkjamenn í áratugi var þetta ein helsta útflutningsafurð þeirra til Kína. En svo þegar viðskiptastríðið setti strik í reikninginn þá fóru þau bara til Brasilíu. En svona rétt í lokin, hver er staðan á sambandi Bandaríkjanna og Kína núna svona í kjölfar tollastríðanna á þess aftur? Já, þegar við horfum á samskipti milli Kína og Bandaríkjanna þá var það orðað mjög vel í viðtali við forstjóra kínverskrar hugveitu daginn þegar hann var spurður út í hvar eru þið þegar kemur að Kína markaði Bandaríkjanna og hvernig þið missið hann. Og hann sagði bara, okkur er alveg sama, við erum búin að vera inn í 5.000 ár og í gegnum allan þann tíma, eða mestan tíma, var Bandaríkjanna ekki til. Þannig að Helgi Steinar Gunnarsson, þetta verður lokaorðin. Takk kærlega fyrir að koma
svara þess fyrir okkur. En við snúum okkur allt öðru. Landsréttur mildaði í dag refsingu 3 sakborninga í Þorlákshafnarmálinu fyrir aðkomu þeirra að andláti Hjörleifs Hauks Guðmundssonar. Stefán Blackburn og Lúkas Geir Ingvarsson voru dæmdir í 16 ára fangelsi en höfðu áður hlotið 17 ára fangelsisdóm í héraði. Refsing Matthíasar Björns Erlingssonar var milduð úr 14 í 12 ára fangelsisdóm. Lögmaður Matthíasar sagði eftir dómsuppkvaðningu í dag að miklar líkur væru á að máli hans yrði áfrýjað til Hæstaréttar. 20 stúlka sem einnig var ákærð fyrir sinnþátt í málinu var dæmd í 6 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir aðild að frelsissviptingu. Hún var sýknuð í héraði. 18 ára piltur sem ákærður var fyrir peningaþvætti var sýknaður. Þjóðir sem undirbúa sig ekki undir almyrkva á sólu lenda alltaf í vandræðum, segir Sævar Helgi Bragason. Hann lýsir miklum vonbrigðum með undirbúning íslenskra stjórnvalda í aðdraganda almyrkvans. Þetta alltaf miklu meira fárheldur en fólk gerir sig grein fyrir og þær þjóðir sem undirbúa sig lítið sem ekki neitt þau lenda alltaf í vandræðum. Sævar hefur sjálfur séð almyrkva 4 sinnum í 3 löndum. Eftir deildarmyrkvann sem sást á Íslandi 2015 hóf hann að benda stjórnvöldum á að undirbúa þyrfti almyrkvann sem verður 12. ágúst í ár. Hann segir erlenda ferðamenn ekki eina áhyggjuefnið, heldur líka ferðalög heimamanna. Og það þau sem búa til vesinni til dæmis á vegum úti, þannig að það verður gífurlega mikil umferð og hún hefst yfirleitt alltaf svona kannski fyrstu 15 mínúturnar eftir að almyrkvinn klárast. Hann bendir á að almyrkvinn í ágúst gangi yfir þéttbýlustu svæði landsins. Og besta mögulega sviðsmynd væri svo að það væri heiðskýrt út allt land, þannig að til dæmis fólk á höfuðborgarsvæðinu þyrfti ekki að fara neitt. Ef svo illa fer að það sé bara einn ákveðinn staður þar sem allt sést, að þá verður þar mjög mikið kaos, væga sagt. Sævar segir stjórnvöld hafa valdið sér vonbrigðum með seinagangi og áhugaleysi á undirbúningi. Hann segir ljóst að það séu varasamir staðir á landinu þar sem myrkvinn muni sjást vel og lengi og þangað sé líklegt að ferðafólk fari en þekki ekki vel aðstæður. Og bara frá öllu hjarta þá mega stjórnvöld skamma sín fyrir sitt framlag í þessu því það hefur verið lítið sem ekki neitt. Sárast þykir honum að stjórnvöld hafi sýnt lítinn áhuga á að fræða börn náttúrufyrirbærið sem hann segir ógleymanlega upplifun. Og já, þannig að við þurfum bara að spýta svolítið í lófana og gera þetta almennilega bara fyrir okkur líka. Þann 12. ágúst verður almyrkvi á sólu sjáanlegur frá vesturhluta landsins. Á öllu landinu verður deildarmyrkvi sjáanlegur. Sólmyrkvinn varir lengst sem næst miðju brautarinnar. Talið að margir leggi leið sína á verstasta hluta Vestfjarða, Snæfellsnes og Reykjanes. Náttúruverndarstofnun fékk aukafjárveitingu til að sinna Látrabjargi, Snæfellsjökulsþjóðgarði og friðlöndum á Reykjanesi og samráðshópur á vegum almannavarna og stýrihópur innan stjórnarráðsins samhæfa undirbúning fyrir almyrkvann. En að öðru leyti hafa stjórnvöld ekki gert ráð fyrir viðbótar fjármagni vegna atburðarins. Bæjarráð Vesturbyggðar bókaði nýlega áhyggjur sínar af undirbúningnum. Þau vilja að ríkið tryggi vegagerðinni fjármagni viðhald malarvega í sveitarfélaginu. Það ekki neitt auki fjármagn sem verður sett í vegina þó svo að áherslan sé á svæðum Látrabjarg. Þá eru náttúrulega margir aðrir vegir hér í kring, malarvegir sem að þarf að sinna líka. Starfsfólk Náttúruverndarstofnunar hefur bent á að erfitt verði að komast út á Látrabjarg. Þar eru fá bílastæði og fólk gæti þurft að ganga langar leiðir. Engin þjónusta verður þar og ekkert vatn í boði. Fólki sem vill leggja ferðalagið á sig bent á að búa sig þannig að það geti verið úti í sólarhring. Aðrir vegir í Vesturbyggð, líkt og sá sem liggur út á Rauðasand, út Tálknafjörð og Arnarfjörð, þoli ekki mikið. Nei, þeir bara þoli ekki rútur. Ástandið bara mjög slæmt og þeim hefur ekki verið sinnt mjög lengi. Þetta ég held að þetta sé ein heflun yfir sumari sem fer í þessa vegi. Þá vekur Gerður sérstaka athygli á fjarskiptasambandi. Það bara mjög stopult samband og þú getur ekki treyst í að þú sért í sambandi. Ekki gert ráð fyrir auknu fjármagni til viðbragðsaðila til að vera til taks. Gerður bendir á að heilbrigðisstofnunin sé fáliðuð en þurfi að sinna viðbragði á stóru svæði. Fjöldi skemmtiferðaskipa verður líka við Vestfirði. Þá algjörlega óvíst það hvort að sé hægt að greiða björgunarsveitum fyrir þeirra framlag. Hefði verið hægt að undirbúa þetta betur? Já, bara algjörlega. Þetta var náttúrulega að vita fyrir löngu síðan og það langt síðan að var byrjað að vekja athygli á því að þessi viðburður yrði hér þennan dag.
Í dag eru 3 dagar til sveitarstjórnarkosninga og komið að því að líta á 3. stærsta sveitarfélag landsins sem Hafnarfjörður. Í Hafnarfirði búa ríflega 32.000 manns miðað við mannfjölda síðustu áramót. Á liðnu kjörtímabili hafa Framsókn og Sjálfstæðisflokkur verið þar í meirihluta. Auk þeirra eru nú í framboði Vinstrið, Viðreisn, Miðflokkurinn og Samfylkingin. Málefni unga fólksins eru kjósendum í Hafnarfirði hugleikin, til dæmis hvað varðar fæðingarorlof, dagvistun, skólamál og húsnæðismál. Ég er að hugsa barnabörnin mín bara, sem fari vel með þau. Mér er málefni unga fólksins, húsnæðismál. Það er náttúrulega á börn og barnabörn hér í bænum og svona, skólarnir og allt sé svona virt og íþróttafélagin sé í góðu lagi og svona. Skólamál, menntamáli, að úrræðin séu meiri. Til dæmis bara velferðarmál og það helsta sko, myndi ég segja sko. Þetta er allt svolítið gott sko, þannig að maður er yfir litla kvarta held ég. Börnin og unga fólkið og svo eldri borgarana, við hugsum vel gamla fólki okkar. Það getur verið í heimabæ og haft það gott. Málefni aldraðra og síðan er það skólamál og samgöngumál. Leikskólamálin, það er svona fyrst og fremst og líka kannski Reykjanesbrautin, alltaf þessi umferðarteppa við Kaplakrika. Láta vera saman einkabíl og almenningssamgöngur, láta það ganga upp. Það sé ekki bara annars samgöngumáttinn sem eiga að yfirtaka hinn. Börn komast 14 mánaða inn á leikskóla í Hafnarfirði. Bæjarbúar sem fréttastofa ræddi við vilja sjá meira gert fyrir foreldra ungbarna. Fæðingarorlofsmálin og fólk fá heimgreiðslurnar sem við erum að tala um. Fólk þurfi ekki að batast á leikskóla, 12 mánaða, heldur geti valið. Betra orlof fyrir mæður og já, leikskólaplásin er mjög góð, finnst mér allavega hinga til. En þetta er svona helsta það sem mér finnst, lengja og bæta orlof mæðra. 9.000 fermetra skóli sem sameinar leik-, grunn- og tónlistarskóla er í byggingu. En þar verða börn á aldrinum 1 til 16 ára. Að við verðum bara samkeppnisfær í skólamálum við aðrar nágranna þjóðir og þetta er stétt sem að þarf að hlúa að sem að sinnir þessu hlutverki og það þarf að forgangsraða í þágu þeirra að geti sinnt þessu hlutverki að koma þekkingu til barnanna og þau vaxi upp og taki við samfélaginu með þekkingu til þess. Við verðum að passa upp á máltöku barnan okkar. Við erum að sjá það núna að börn eru með lélega málþroska, lélegan hugtakaskilning. Töluverð uppbygging hefur átt sér stað í bænum á þessu kjörtímabili. Þannig hefur íbúðum fjölgað ríflega 1600 og 1000 íbúðir til viðbótar eru í byggingu. Þá er 1400 íbúða byggð á teikniborðinu. Áframhaldandi uppbygging í Hafnarfirði eins og bara hefur verið. Það hefur bara verið gert ansi margt, mikil uppbygging í nýju húsnæði. Hafa fjármálin í lagi í Hafnarfirði og hugsa fjölskyldurnar. Hvað eru þið að eyða í? Og svo er það náttúrulega börnin, það eru bílarnir og þú veist að gera lífið léttara fyrir okkur. Já, sólarsellur á þaki Verkmenntaskólans á Akureyri sjá nemendum fyrir öllu rafmagni sem þeir þurfa og ríflega það í nýrri sjálfbærri kennslustofu. Raforkuframleiðslan hefur farið fram úr væntingum. Hér erum við með búnað sem er að taka við sólarorku frá þakinu hérna, þar sem við erum með sólarsellur og við erum fyrsta lagi með búnað sem að breytir orkunni í rétta spennu, þannig að við getum hlaðið hérna þessa rafhlöðu og þessi rafhlaða er svona cirka eins og 1/6 í rafbíl en dugar alveg miklu meira en nóg fyrir þessa stofu hérna og gæti sennilega tekið bara allan ganginn ef við myndum fara út í það. 10 sólarsellur hafi verið á þaki VFMA síðan í mars. Þær skila 3 kílóvöttum af raforku á góðum degi. Þess utan er lítil vindmylla sem keppist við að framleiða orku. Haukur segir kennara og nemendur enn vera að læra á sjálfbæru kennslustofuna í sameiningu, en telur deginum ljósara að hægt sé að gera þetta á stærri skala. Við eigum allt of mikið orku, þannig að við þurfum að koma inn á fleiri stofur eða fara að hlaða einhverja bíla og við núna til þess að bara við sjáum hvað við erum að framleiða mikið, þá þurfum við helst að vera með ofna í gangi til þess að bara nota orkuna, annars lestum bara upp. Framtakið hefur vakið athygli, 50 nemendur og kennarar frá 5 löndum kynntu sér verkefnið á dögunum. Þannig að við erum að reyna að fá þau til þess að
prófa þetta á ýmsa vegu og nýta sér þetta. Hugmyndin er að þau geti náttúrulega hlaðið símana sína líka hérna og eitthvað svona. Þannig að það er alls konar pælingar í gangi. Umhverfis- og orkustofnun styrkti uppsetningu sólarsellana. Nokkrar sambærilegar tilraunir eru í gangi annars staðar á landinu. Því að þetta er svona nýr orkugjafi á Íslandi, skulum við segja, og er alltaf að verða svona raunhæfari. En aðalmikilvæg töldum við að fá fram þekkinguna á uppsetningu og rekstri. Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Hljómsveitin Kaleo heldur stórtónleika á Þingvöllum í sumar með sérstöku leyfi Þingvallanefndar. Skiptar skoðanir eru á hvort leggja í einn helgasta reit þjóðarinnar undir lokaðan viðburð. Við tökum púlsinn á ungum kjósendum sem ganga sumir að kjörborðinu í fyrsta sinn á laugardag. Mér finnst við geta gert miklu betur í almenningssamgöngum. Bara að bæta vegina. Takk fyrir. Og við förum yfir sviðið á Feneyjatvíæringnum, stærstu myndlistarhátíð heims. Og þá að veðri. Hæðarhryggur liggur yfir landinu í dag. Áttin er því breytileg, víða hægur vindur og skýjað með köflum en væta á stöku stað. Skil frá lægð við Nýfundnaland nálgast landið á morgun og þá snýst í hæga suðlæga átt og þykknar upp síðdegis sunnan og vestanlands með dálítilli úrkomu. Fyrir norðan léttir hins vegar til og hlýnar heldur í veðri. Hiti verður 4 til 12 stig á morgun, það verður hlýjast fyrir norðan. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum. 16 liða úrslit bikarkeppni karla í fótbolta hófust í dag með leik Þróttar og Breiðabliks. Framundan er úrvalsdeildarslagur Stjörnunnar og KR og við tökum stöðuna í Garðabænum fyrir leik. Þá heyrum við hljóðið í nýkrýndum Íslandsmeisturum Vals sem sigldu titlinum í hús í gærkvöld. Íslenska karlalandsliðið handbolta spilaði við Egyptaland í æfingaleik ytra í dag og íslenskir kylfingar búa sig undir golfsumarið sem hefst helgina. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma og oft var óljóst hver tók ákvarðanir á hvaða forsendum og hver bæri ábyrgð á þeim í viðbragði almannavarna við jarðhræringunum í Grindavík. Þetta er niðurstaða starfshóps sem rýndi í aðgerðirnar. Dómsmálaráðherra ætlar að ráðast í umbætur. 4 af hverjum 10 foreldrum í ASÍ og BSRB eiga erfitt með að ná endum saman. Formaður BSRB segir nýja skýrslu slæma fjárhagsstöðu barnafólks verða til hliðsjónar í næstu kjarasamningum. Bandaríkjaforseti er kominn til Kína í 2 daga heimsókn. Mikið er undir á fundinum en búast má við að hann og forseti Kína ræði viðskipti landanna, málefni Írans og Taívans. Munurinn á þessari heimsókn núna og síðustu er að Kína er í rauninni mun sterkari stöðu en hún var áður fyrr. Sveitarstjórn í Vesturbyggð kallar eftir fjármagni í vegi, fjarskipti og neyðarviðbragð þegar almyrkvi verður á sólu í ágúst. Stjörnusævar segir þjóðir sem undirbúi sig ekki undir almyrkva lenda í klandri. Þetta er alltaf miklu meira fárheldur en fólk gerir sig grein fyrir. Íbúar Hafnarfjarðar vilja sjá meira gert fyrir ungbarnaforeldra. Skólamálumálefni barna almennt eru þeim ofarlega í huga fyrir kosningar. Stærstu áskoranirnar sem bærinn stendur frammi fyrir eru húsnæðis- og samgöngumál. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið íþróttum, veðri og Kastljósi og svo minnum við á oddvitaumræður frá Reykjanesbæ sem hefjast klukkan 20:45. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.